Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur fellt úr gildi framkvæmdaleyfi Skútustaðahrepps vegna Kröflulínu 4 að Bakka. Sveitarstjórn hafi ekki gert að skipulagslögum, náttúruverndarlögum eða stjórnsýslulögum. Úrskurðurinn Bakka bakslag, segir sveitarstjóri Norðurþings. Sveitarfélögin eru enn á því að framkvæmdirnar þurfi að verða að veruleika. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála felldi í dag úr gildi framkvæmdaleyfi Skútustaðahrepps fyrir Kröflulínu 4. Þar með eykst enn óvissan varðandi raflínur á Bakka. Nefndin kemst að því að náttúruverndarlög, skipulagslög og stjórnsýslulög hafi verið brotin. Úrskurðarnefndin segir að sveitarstjórn Skútustaðahrepps hafi við undirbúning og meðferð útgáfu framkvæmdaleyfisins ekki gætt í öllu að ákvæðum skipulagslaga og náttúruverndarlaga. Auk þess hafi sveitarstjórn ekki fullnægt rannsóknarskyldu sinni og farið þannig á svig við stjórnsýslulög. Þessir ágallar þykji óhjákvæmilega leiða til ógildingar framkvæmdaleyfisins. Þá hafi sveitarfélagið ekki birt auglýsingum framkvæmdaleyfið og þannig hafi almenningur ekki verið upplýstur ákvörðunina, svo hann geti kynnt sér forsendur hans og fengið upplýsingar kæruheimild og kærufresti. Í úrskurðunum kemur fram að augljóst sé að sveitarstjórn hafi átt að horfa til nýrra náttúruverndarlaga við útgáfu framkvæmdaleyfisins, þrátt fyrir að framkvæmdin hafi farið í umhverfismat á þeim tíma sem eldri náttúruverndarlög voru í gildi. Þá hafi sveitarstjórn ekki tekið rökstudda afstöðu til álits skipulagsstofnunar framkvæmdina og segir nefndin að sú ástæða sé nægilega mikil til þess að fella framkvæmdaleyfið úr gildi. Málið tók yfir störf Alþingis í dag en önnur umræða frumvarp raflínur að Bakka hófst fyrir hádegi. Einkum var talað hvaða þýðingu 3. grein frumvarpsins þýddi, hvort með samþykkt hennar væri raunverið að heimila að framkvæmdaleyfi yrðu gefin út fyrir ýmis verkefni sem farið höfðu í umhverfismat áður en ný náttúruverndarlög tóku gildi. Svandís Svavarsdóttir gagnrýndi Sigrúnu Magnúsdóttur umhverfisráðherra fyrir hennar þátt í málinu. Það kom fram hér á föstudag í háttvirtri atvinnuveganefnd að háttvirtur umhverfisráðherra hafði hlutast til það að nefndinni yrði ekki svarað efnislega því varðaði álitamál þetta þingmál og það hlýtur að teljast mjög ámælisvert. Og auðvitað væri það miklu snyrtilegra af núverandi stjórnarmeirihluta og þeim sem að standa að þessu máli að leggja bara fram mál þar sem að umhverfisráðuneytið á Íslandi lagt niður. Það það sem verið að gera hér í þessu máli. Þingfundi var ítrekað frestað og hófst hann loks 4:30 en umræðumáli var síðan frestað eftir að úrskurðurinn lá fyrir. Já, eins og framkom hér í fréttinni var umræðan þetta mál frestað eftir að úrskurðurinn lá fyrir og síðan þingfundi líka. Nú, Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður á Alþingi. Á þessu stigi eitthvað vitað framhald þessa máls á Alþingi? Já, ekki nákvæmlega. Reyndar kvöldverðarhlé núna en þingfundur heldur svo áfram eftir kvöldverðarhlé en það rétt, þessu máli var frestað. Jón Gunnarsson, hvernig verður það? Verður þetta þessi nýju úrskurður, þannig hlýtur að setja þetta nám svona í uppnám? Jú, vissulega gerir hann þá. Við þurfum auðvitað að rýna hann en eftirstendur í raun megin erindi frumvarpsins sem út af hvatningu þeirra sveitarfélaga og heimamanna fyrir norðan það að verkefni sé í ákveðnu uppnámi og það séu ríkir almannahagsmunir undir því að ríkisvaldi bregðist við. Og ég hef nú ekki trú á öðru en að við getum náð okkur saman það hér á þingi að bregðast við því með einhverjum hætti. Ég ger ekki ráð fyrir því að þeir flokkar sem að nú í minnihluta en áttu frumkvæði að því að setja þetta verkefni á laggirnar fyrir norðan og hefur lengi verið beðið eftir og mikill spenningu fyrir í heimamönnum og komið svo langt sem raun ber vitni annað en að menn nái sér saman að verja þá hagsmunir sem þar eru undir. Þetta eru miklir hagsmunir og við þurfum auðvitað að skoða þetta núna í ljósi þessara upplýsinga en frumvarpið sem slíkt nær auðvitað til heildarmálsins en hér að ræða athugasemdir og úrskurð sem að tengist bara einu sveitafélagi af 3 og framkvæmd á skipulagslögum á þeirra vettvangi. Hvað segir þú, Svandís, þetta sama? Þetta nýju úrskurður, hvað gerir hann? Fyrst og fremst það að málið algjörlega í nýrri stöðu. Þarna einn úrskurður fallinn í einni kæru af 4. Þar með í raun og veru rökstuðningur bak við frumvarpið eins og það var lagt fram að iðnaðarráðherra
ekki sá hinn sami, þannig að það ljóst að meirihlutinn þarf að endurskoða allan sinn málatilbúnað. Þeirra rök snerust alltaf það að þetta væru ný náttúruverndarlög sem væri við að etja, ef svo má orðið komast, en þarna kemur í ljós í úrskurðinum að hann byggir bæði á náttúruverndarlögum, skipulagslögum og rannsóknarreglu stjórnsýsluréttarins, þannig að þetta er miklu flóknara sem er þarna undir heldur en rökstuðningurinn sem er í málinu sem við höfum verið að ræða hér í þinginu. Það færi auðvitað best á því og væri mest viti í því og í samræmi við góða stjórnsýslu og sterkt og örugt og sjálfsörugt réttaríki að úrskurðirnir fengju að klárast. Og þeir verða ekki kláraðir hér, þakka ykkur fyrir, en þetta mál er stórflókið eins og hér hefur komið fram, en kannski hefur þetta ein mest áhrif á Norðausturlandi og kannski nákvæmlega á Húsavík. Þessar nýju vendingar, Sunna Valgerðardóttir, fréttamaður, hvaða hefur fólk náð að melta þetta þar fyrir norðan? Ég held ekki, nei, ég ræddi við fyrrverandi sveitarstjóra Skútustaðahrepps sem er harðlega gagnrýndur í þessum úrskurði eins og kom fram í fréttinni hér á undan. Jón Óskar Pétursson, hann hætti reyndar sem sveitarstjóri fyrir 2 vikum síðan, þannig að hann vildi nú lítið tjá sig um málið, en sagði að úrskurðinu hefði komið sér á óvart. Það sama sagði Yngvi Ragnar Kristjánsson, oddviti Skútustaðahrepps, hann vildi heldur ekki veita viðtal vegna málsins, en sagði engu að síður að dómurinn eða úrskurðurinn hefði líka komið á óvart. Og vildi náttúrulega setjast niður og skoða þetta í þaula. En hjá mér er Kristján Þór Magnússon, sveitarstjóri Norðurþings. Hvernig slær þessi úrskurður þig, Kristján? Hvaða áhrif hefur hann? Þetta er auðvitað vonbrigði að þessi úrskurður hafi hljóðað svona. Við þetta aðeins eftir að ná utan um þetta með hvaða hætti þetta hefur áhrif á framhaldið, en þetta er auðvitað á við annars sveitarfélagi Norðurþing. En svona í ljósi heildar myndarinnar að þá er þetta afleitt að við séum enn í þeirri stöðu að það ríki óvissa það hvenær raforka verði færð niður á Bakka. Þú segir þetta réttilega að þetta á við annað sveitarfélag heldur en Norðurþing. Hins vegar liggja fyrir núna framkvæmdarleyfi sem að Norðurþing veitti og úrskurðarnefndin á eftir að fjalla þau mál. Sveitarstjórnin sem að gefur út leyfið er einmitt harðlega gagnrýnd fyrir að hafa ekki fylgt eftir stjórnsýslulögum, hafa skoðað nýju náttúruverndarlögin nógu vel. Ert þú fullviss það að Norðurþing hafi lagt nægilega vinnu í að skoða þessi atriði, þá kannski sér í lagi nýju náttúruverndarlögin? Ég er bara fullviss það. Við höfum sinnt þeirri stjórnsýslu skyldu okkar eins og kveðið var á Það var vissulega reynt núna og er verið að reyna að eyða þeirri óvissu sem að þessi nýju náttúruverndarlög kynntu inn í þetta mál sérstaklega og það snýst þessi tilvonandi löggjöf. En framkvæmdir voru ekki stöðar hérna í þessu sveitarfélagi Norðurþingi. Þannig að auðvitað verðum við að bíða og sjá hver framvindan verður, en það skal takin af allur vafi með það að sveitarfélögin hérna eru auðvitað ennþá þeirra skoðunar af þessari framkvæmdu þetta verði að verða í ljósi heildarhagsmuna sem eru undir í þessu máli. Og þeirri óvissu verður náttúrulega bara eyða sem allra fyrst. Hefur þessi úrskurður, telurðu einhver enn frekari áhrif, eykur þetta flækjustigið mun meira? Það eykur þetta einhver leyti flækjustigið í málinu, það segir sig sjálft. En við erum bara enn að ná utan um þetta. Þessi úrskurður var náttúrulega bara detta í hús núna klukkan 5 og við erum að meta hver næstu skref verða. Þakka þér kærlega fyrir þetta. Við segjum þessu lokið hérna frá Húsavík. Takk fyrir þetta, Sunna Valgerðardóttir á Húsavík.